Icelandair hefur keypt lúxusbíla fyrir starfsmenn fyrir hátt í 100 milljónir króna frá því lífeyrissjóðarnir fjárfestu í félaginu. Icelandair Group og dótturfélög þess keyptu lúxusbifreiðar fyrir stjórnendur sína og lykilstarfsmenn fyrir marga tugi milljóna króna á þessu ári eftir að framtakssjóður lífeyrissjóðanna lagði fyrirtækinu til nýtt hlutafé. Þorbjörn Þórðarson. Fréttastofa tók saman upplýsingar og ökutækjaskrá allar þær bifreiðar sem bættust við hjá Icelandair Group samstæðinu og dótturfélögum þess eftir 14. júní 2010. En þann dag var tilkynnt kaup Framtakssjóðs Íslands á 3 milljörðum króna í formi nýs hlutafjár í fyrirtækinu. Fréttastofa tók eingöngu saman þá lúxusjeppa og aðra einkabíla sem Icelandair Group og dótturfélög þess keyptu en ekki vinnubíla eins og pallbíla, sendibíla og smærri bíla. Þessi athugun leiddi í ljós að keyptir voru 11 lúxusbílar fyrir starfsmenn frá 14. júní síðastliðnum og til dagsins í dag. Eins og sést á listanum lúxusbíla að ræða eins og þó nokkra Toyota Land Cruiser, Land Rover, Nissan Pathfinder jeppa, Lexus RX 350, Audi A6 og Volvo S60. Samanlagt verðmæti þessara bíla nálgast 100 milljónir króna með við skráð verðmæti á VF Bílgreinasambandsins. Ef borin eru saman kaup á einkabílum í dýrari kantinum á þessu ári eftir endurfjármögnun Icelandair Group og kaup á bílum á síðast ári sést að hjá flestum dótturfélögum voru ekki keyptir bílar í fyrra og því nokkra aukningu að ræða. En eitthvað samhengi á milli bættrar lausafjárstöðu Icelandair og þessara bílakaupa fyrir starfsmenn? Nei, það ekkert samhengi þar á milli. Það einfaldlega að ræða að það verið að endurnýja í raun leigur sem að voru að falla út og ýmist náðu menn að semja áfram með leigurnar og eða náðu að semja kaupa bílunum. Það engin nýr bíll í raun tekinn inn, við að horfa til þess að, eins og við segja, endurnýja eldri bíla. Björgólfur fullyrir að þetta hafi ekki haft í för með sér teljandi viðbótarkostnað fyrir fyrirtækið. Rekstur Icelandair Group hefur gengið vel það sem af ári en hagnaður á þriðja ársfjórðungi nam 5,1 milljarði króna en samstæðan tapaði 10,6 milljörðum króna á síðasta ári.